Þetta Karlakóin í boði Showbox Grill 66, Filmora, Dominos og Samgöngustofu og Veröld. Komið sæl og velkomin í hlaðarpið Skammdegis-þunglyndi. Það komið desember. Skammdegið að leggja yfir. Þessum þáttum ætlum við að fara yfir skammdegis-þunglyndi landmanna og einnig ætlum við að tala við jólabörn og drepa eitt þeirra. Við ætlum að drepa jólabarnið Magnús. Gjörðu svo vel og velkomin í þannig skammdegis-þunglyndi þátt Karlakóins. Já, velkomin í Karlakóin. En það vætti eftir bara hálfgeir símanum. Ég þurfti að senda skilabóð. Já, allt góð. En þarna, það nú ekki mjög lítið, en allt góð. En Úlfur, það komið desember, sem þýðir skammdegis-þunglyndi. Og uppáhaldsmánuðurinn þinn. Já, þú elskar hann helvítis desember, maður. Helvítis desember. Besti mánuðurinn. Besti mánuður. En jú, það er Karlakóin. partí alla daga. Svo við byrjum þáttinn, þá ætla ég að hrósa starfsfólkinu á Borgarbókasafninu, því að ég fór niður. Fór líkil. Ég þurfti ekki að segja kennitölu hann eitt. Það var bara maðurinn. Já, er þetta ekki hana? Já, hann þekkir okkur. Ég heldur sér hlusta á podcastið eitthvað. Við bara, já, hann er Karlakóin. Hann sagði það ekki. En hann sagði eitthvað að þetta eru vinir mínir. Ég kom hérna. Og þau þurfti ekki að spyrja út í nafn, kennitölu, ekki neitt. Þau bara rétt meðlum. Gjörðu það svo vel. Ég get alltaf eins bara samt allt annað, sko. En það er það er Kendall og svo Argmundar. Mér er alveg saman, þau meðlega segja hana. Nei, sé svona. En þarna, jú, það er svona sunnudagur, 5. desember. Og við erum vanir að byrja að taka upp korter í 2. Hún er núna korter í 1. Við erum komin á nýr tími sem við erum að taka upp. Það þýðir, já, það þýðir ýmislegt. Og þarna það þýðir já, en þarna Úlfur, þú fórst í gær og við byrja á því hvað þú gerir í gær. Það er mikið af hluti sem við töfum í leiðina hérna sem ég vildi að hefði verið í þessu þætti. Já. Eins og þarna vloggi hans Magga. Já, Maggi byrja með vlogg. Skrifið Magnús Sigur Jónasson á YouTube. Og þar fann ég vídeo sem heitir vlogg. Það er hann að tala hvernig það er hann með vlogg. Og ég ætla bara hvet hann ef hann hlusta, ef óleiklega við til. Eða ef frænkan sem hlusta, eða mamma sem pappi, eitthvað sem hann þekkir að hlusta. Þannig vil ég endilega skila til hans að hann ætti að gera fleiri vlogg. Já, ég ætla bara að fara að byrja með Ég veit örugglega ekki hlusta út, þau er svo óþælt hlusta sjálfan þig. Já, ég getur hringt í hann eftir, hann er liggjandi upp í sófa með hattinn sinn. Hann er með hatt og Hattinn Time morgunkvöldin sitt í Hattinn Time náttfötunum sínum að horfa á og skotta var spila Hattinn Time. Veistu það, að þarna ég Já, reyndar, í vlogginu hans þá sýndi hann svona senu af skotta vas í eldhúsinu. Já, ég ætla þetta Ég horfði á svona YouTube-vídeó. Þetta út er svo eldhúsi hans Mattíasar. Þannig ég held að þetta væri eitthvað svona gammal skjáþáttur eitthvað sem var að horfa á. Nei, þetta var skotta vas. Já, talandi skotta vas. Ég fekk að rekommendið á YouTube. Ég gæði eitthvað og ég hugsaði bara, þetta er mesti piparsveitn í heimi. Ég veit. Hann er svona Veistu það, mér langaði eins og útlendi Mér langaði að hætta að vera vinur Magnúsar, sko. Nei, skottu var að segja útlendi Björgvin Frekki, hann er Ekki segja svona. Björgvin Frans er ekki piparsveitn. Það er alltaf að sjá að hann er búin að gera svo Hann hefur gert það. En skotti var hann mun aldrei gera það, sko. Já, ég krakkar, í dag mun ég sé eitthvað hvernig kynlíf eitthvað. Og líka gríjan, ég sé hann Hey guys, hann er svo ómyndalegur. Ég bara seldan Ég hef ekki séð andlit hans. Ljótari. Ég hef ekki séð andlit hans. Hann lítið svona út en svona 15 ára pólveri, svona bólugráin pólveri, svona. Hvað mun góður mann? Pólverji? Já, pólverji. Akkur er pólverji? Nei, þú veist, hann er svona pólst eitthvað svona, hann er svona pólsna yfir. Voðalegtur rasískur. Nei, þetta var ekki verið þannig, ég bara svona líka hann við eitthvað. Ég sé nokkra svona pólska bólugráin úrlingar sem líta út eins og hann.
Já. Guðmund Gór, ég held að margir sagt eitthvað svona spænskur baggalútur eða eitthvað svona Spænskur baggalútur. Sákar. Eitthvað svona, segi eitthvað þannig. Við höfum, hvað gerst á Íslandi 1983? Hvað gerst á Íslandi 1980? Ég var að sjá, hvað gerst á Íslandi 1984? Frábært. Þetta er brjálað, ég var Sko bækurnar sem eru í kompunni, þau þykja greinlega mjög vondar. Þetta eru bækur sem bara engin vill lesa. En þeir fá að vera hérna og þú veist, það má ekki snerta þær. Þetta er bara svona skrautið eitthvað. Eða bara svona hljóðmengun eitthvað. Og þarna, þannig já, þetta er svona. Er ég fór að setja í 60? Já, þú veist að setja ég ætla að byrja á því, nema síðan varst að tala um þetta vlogg og þá fyrir 15 ára pólveri og svona. Já, vloggið er þannig. Horfðu það. Pappans er í. Hvert líkt á fjarfundi. Hann er eitthvað svona með skegg Í þessu vídeói þá var Maggi eitthvað, já ég þarf að fara að sækja vinn. Já, eitthvað svona, ég þurfti nýtt starf. Sko, veistu þetta vídeó. Var hann að leika hann þegar hann var fuglorðin eða eitthvað? Ég veit ekki, hann var eitthvað að spila Minecraft eitthvað. Nei, hann var eitthvað að leika sem er Þetta vídeó, sko, hann bjóð þetta vídeó til í október 2020. Þetta er meira eins og skamlt. Já, þess vegna er þetta hann þegar hann var sett það bara inn í gerð, sko. En þarna, þú ert að sitja í 6 rúlur. Ég fór það í þar síðustu viku. Ég kemst ekki á það. Nei, en þarna, Úlfur, hvernig fannst þér? Mér fannst þetta að vera æðislegt. Fannst þér ekki frábært þarna? Mér fannst mjög fyndið þegar afi kemur svona með sverð og hann sér show me the money. Já. En þú sagðir, ætlar ekki að fara? Já, hvað með áhörundur? Já, sýningarnar eru búnar. En þannig, jú, mér fannst líka frábært þannig að byrjaði. Maður sé hérna, það var þetta Fatboy Slim og hann er eitthvað Jú, það er líka að fara að koma tvíhöðarsýning. Já, sko, þeir sögðu Guðsilo, ég er á biðlistaði mitt núna. Já. Og það þýðir að ég kemst. Það er ekki mikla líkur að ég kemst ekki. En þau sögðu að það verður sýning það verður önnur sýning þar næstu viku. Já. Þannig að ég er í góðum málum. Ég get alveg farið með foreldrum mínum. Það er nefnilega dagurinn sem Maggi á afmæli. Það er 21. já. Já, þannig að Maggi, hann gæti var að halda afmæli sitt og hann mun liggjandi grátandi upp í rúmi. Nei, hann getur haldið upp á fyrr. Já, en hann er samt svona típa sem vill bara halda það 21. sko. Mér langar svo mikið að vera þetta. Þetta er mikilvægt. Matti, köptið þú með það fyrir mig eða? Hvernig var það? Já. Hvenær er það að fara? Við erum á biðlista fyrir 7. En ég held að þetta fer samt á sko 21. Hvað er þetta ekki bæjarbíu? Við erum í bæjarbíu Hafnarfirði. Já, 7. Já, ég er ekki að fara einn á sýningu. 3 dagar. Býtu, eru þið líka á biðlista? Já, við varum að segja það. Já, ég er líka á biðlista. Við sýningi sem ættum að fara á næsta 3. dag, sko. Já. Þannig að virkar þetta þannig að ég fyrir annarkvort á næstu sýningu eða þar næstu sýningu. Biðlisti, það bara kemur ljós hvort þú fer. Úlfur, biðlisti, þá ef einhver hættir við að fara á fyrstu sýninguna og þú ert í fyrsta sæti á biðlistanum, þá færð þú það sæti. Og ég er sko með sæti fyrir 2 á biðlista, þannig að það er, ég held að en Úlfur, ef það er ekki sæti sko. Ég sem komist líka á setni. Kannski mun ekki að vinna ferðavinning til Tenerife frá FM957. Þá bara, ég ætla að fara með hana. Sem bara lostan þú bara bingo. Já, djöfuglir þetta flókið maður. Já, jólaralleikur og afmæli smakka og þarna. Jólaralleikur og afmæli smakka. Þarna eitthvað 105 draslið. Já. En já, sko, vegna þess að þarna Maggi, kannski mun hann halda þetta þá fyrr út að þú kemst ekki. Já. Þú ætla að halda afmælið á spætumyndinni. Þannig þýðir alltaf að ég get ekki mætti afmælið þitt nýja Magga, sko. Ég get haldið upp á að hvolpasýta myndina. Hún er þetta Nei, hún er og þú horfir ótrúlega mikið á kúlukúpa, Úlfur. En þannig að Birta Ég má horfa á það sem ég vil. Birta er dottinn á bíó og þetta er jólamynd. Og það er 5. desember. Hún var komin í bíó fyrr, sko. Hún var komin í bíó í nóvember. Já, kom í bíó 15. nóvember. Hvað mynd? Birta. Birta. Kom í bíó 15. nóvember og 5. desember hún er hætti bíó. Í dag er síðast sýningin. Og ég var að spája að fara, en það síðan er síðast sýningin á Akureyri. Á Akureyri. Í Borgarbíói. Í Borgarbíói. Ég skil ekki hvernig þetta heit Borgarbíó, þetta er á Akureyri. Já,
Það heiti þá Þetta er eitthvað danskt. Bæjarbíó. Bæjarbíó Hafnarfirði það sem tvíhöfði býr. Það var sætt að koma nýr þáttur að kólakúpanum í dag. Hvað, ég þurfti að horfa á það með Víkingi. Þú horfir á það kennslustund. Þarftu samt að horfa það? Já, ég þarf að passa upp á hann og með mamma fyrir á klósitið. Ég er með mikilvæg spurningu. Já. Hvað er Víkingur að gera í ensku tímum með þér? Já, hann er á fjarfundi með mér. En sko, Úlfur, Hann er á Zoom. það er bara mjög fyndið, Úlfur, það eru hvað 9... Hann er á Discord. Úlfur, sko, það eru 9 mánuður á milli okkar. 9 mánuður, ég er 9 mánuðum eldri en þú. Þannig lítur þú út fyrir að vera 3 árum eldri en ég. En síðan er eitt svona þroskamerki. Ég horfði í morgun á íslenska sakamálaseríu, menn þú horfir í morgun á Kúlukúpa. Þú veist, það er svolítið svona 9 mánuði breyta svolítið miklu. Íslenski sakamálaþættir og hvað ameríska Sko, ef að ég þurfti ekki að passa upp á Víking og meðan mamma fór Já, á klósitið, en þá hefði ég bara verið á YouTube, sko. Já, en það er samt svolítið skrítið að horfir á þetta, sko, í kennslustundum. Já, það er út af því að ég sé þetta á YouTube út af því að ég fór eitthvað tíman á Bubblegum í Sigur Rásina. Af hverju? Út af því að ég má gera það. Úlfur, Þetta er YouTube. en Úlfur, þú mátt ekki gera það. Nei, ég má ekki gera það, en ég gerði það. Já, en þú mátt ekki gera, þú ert í kennslustund. Ég sagði já, ég má ekki gera það, en ég gerði Það er það. bara kennarinn komið svona, herðu, krakkar, núna þurfið þið að fara inn á YouTube, horfa á Kúlukúpana og ekki vinna verkefninu. Hvernig hefur það gerst? Það má ekki. Ég sagði já, ég mátti ekki gera það. Ég sagði kannski fyrst, ég mátti gera Við það. erum ekki búin að nefna nýtt að Maggi sé ekki hérna, við erum búin að taka fjallum mítur. Nei, sko. Halló, þetta er Magga. Og við hættum að leika Magga. Maggi, við tölum Maggi í gær, við erum að taka skjáin í gær. Og við segjum, herru, þannig að þegar mætum við 10 mínútur yfir 12 á morgun tekur Karlgón. Maggi sagði, ég nenni þig ekki. Nei, sagði hann ekki, ég kemst ekki eða Og eitthvað. sagði bara, ég nenni þig ekki. Já, þá nennir hann þig ekki. Já, við getum sýnt í hann Ég gæti alveg eins sagt bara ég nenni þessu. Þá nenni ég þessu ekki. Þá fer ég ekki. Já, en þú veist, mér er svolítið sama, ef ykkur segir ég nenni þig ekki, þá segir ég bara, ok. Já. Ég meina, fyrst það var svona, ég vil ekki koma. En ef ykkur segir bara, ég kem ekki, ok, þú veist, það er bara þitt vandamál. Og Maggi, hann held ég enda bara, kannski er hann að fara að lífa sjóið eftir þessa seríu, sko. Það gæti alveg verið, sko. Mattías er farinn. Matti, þetta Matti var hefur fengið nóg- kaldhæðinni. Matti hefur fengið nóg af þessu. Já, Matti er svona, En já, veistu hefur hvað ekkert hlut sem En veistu hvað er líka sitt eigi vandamál? Nú, Að ég horfi á Kúlukúpana. Þannig að þú mátt bara láta það í friði. Það Já, er mitt já, mál. já, Það er ekki einu sinni vandamál. nei, ég sagði það svo mikið, en Pabbi minn, hann horfir á Kúlukúpana með Víkingi. Já, Það má hann alveg gera. Já, hann má alveg gera það. En þarna er hann einn liggjandi upp í stofu og laugardagskvöldi hámatísi popp, ekki með bróðinum að horfa á Kúlukúpana. En það ger ég ekki. Nei, en þú veist að horfa það meðan þú ert ekki með Víkingi. Já, það var bara út af því að ég var bara að reyna að ná Mattías til þess að hlæja. Þannig að sé ég fyndin. Ég fór svona 2 sekundur, hvað gerðist þér? Hún ensku kennarinn Já, er í YouTube. Já, Já, með 1,6 Farðu inn í YouTube og svona Anna Sigga. Hún gerir svona fendur. Sko, fylgdu þessu bara. Allir ensku unglingar kennarinn, ég hún er veit þetta geggjuð. nema 8. bekkur. Já, af hverju veitum við ekki? Menn þess að við erum Fyrsta- nýbyrjuð í Já, en unglingadeild. fyrsta daginn í úlingastigi þegar við byrjum, þá höfum þetta að segja svona hæ, ég er Anna Sigga, ég er YouTuber, þar er það YouTube síðan á minna. Hún hefði bara að segja það þegar við Sko, hittum hana fyrst. hún horfði oft á svona myndbönd í tíma bara. Ha? Já, Erum með bara sko að horfa 9. og 10. bekk. Sjálf, ok, já. Hún horfði bara á Ég þessi ætla að vera að Ég horfa er ég svona, flott ég ætla að maður. vera að horfa svona ein á eitthvað svona, krakkar, verður þið bara venni hérna Ég ætla að horfa á mitt eigin myndbönd. Já, ég ætla að vera Ég að held horfa að hún sko. var ekki að horfa á Percy Jackson myndina. Hún var bara að horfa á sjálfan sig og mig vorum. Hún var að horfa á Percy Jackson. Hún var með einhverja aðra tölvu undir borðinu. Já, það er þess að spóla, já. Í þá space takk að svo. Space Bíl. Já. Bílstöngina minnu. Já. Hvað erum við? En þarna, Úlfur, þarna, ég var bara munið þetta þættinu og segja að þetta er skotin í dóttir þess Bergsöpa. Það var Karlgóttir að sem sagði að þú verður skotin. Ég var að hugsa um það í gær nefnilega.
Verna þess að konan hans. Rán Flíkering var í gíslavarpinu. Já, ég var líka pæli Og ég varð einhvern veginn svo stressaður sama þótt þú var í sjónvarpinu. Voru fóreldræðinni hjá þér? Já, þeir myndust ekkert á þetta. Hvað myndir þú Þótt að ég hef sagt mömmu minni frá þessu. Hvað myndir þú gera með að segja svona tengda mamma en úlur Country Þú veist svona bergröpi Manstu þegar hún búnir að taka upp karlakóan. Ég er svo hrættur að gera eitthvað verkefni með bergröpa og svo bara fréttir hann þú varst með fólk sem veitir karlakóan. Þú ert að reyna með stelpunum mín Úlur, ég hef smá fréttir Úlur, munið eftir þegar hringdum í bergröpa í karlakónum. Já. Og svo hringdar í mig seinna aftur kvöldið. Munið ekki eftir þessu? Já. Ég prófa að hringi hann aftur seinna kvöldið þegar aftur var hann bara að taka þátt 9 og þá sagði hann eitthvað ég var að hlusta á nýja þátturingar og þessi Úlfur að segja Þú ert að grínast Þú hefði sagt okkur þetta fyrr. Mér langaði ekki að segja Þér langaði ekki að segja það vegna þess að hann sagði ég ætla að drepa þennan Úlf og bara mér langaði út að þá myndi næstu karlugvætti vera bara þá myndi næstu karlugvætti vera þannig mér langaði að gera þetta fyrir karlugvætti svo er þetta miklu skemmt. Nei, ég segi logið, þetta er logið. Já, þetta er logið. Þetta er dagsagt. Þetta gerist sko. Nei. Þetta gerist. Nei. Jú, þetta gerist en Við trúum mér ekki. Hann ætlar að drepa þig sko 7. desember sem hann á morgun klukkan 7:10 Hann sagði það. Já. 7. desember á morgun. Já. Ég hlakka svo Ég hlakka svo Mér fannst það fyndið Jólasveinn kemur með pakka sem með smábarnin í frakka jólasaga skjásins Mér svo fyndið þegar Þórma voru að spila ég hlakka til hann svona ég þarf að fá fríki, getur þú hægt að spila ég ætti bara upp að slæm En já, núna er ekkert hvað jólasaga skjásins þættinni skjárin sem þið veitu örugglega hvað er Vonandi. Við gerum þátt í gær sem heitir jólasaga skjárinn sem er endurgerð af Christmas Carol og hann er á Instagram, Twitter og YouTube en á þessu ég bara mæli með að horfa hann er mjög skemmtilegur þannig að bara gera það. Heyrðu, má ég aðeins ræða það sem gerðist í gærkvöldi í sérstökum tölvuleik sem mjög margir hata sem heitir Fortnite. Hvað, þú spila hann? Nei, ég kom inn með nágranna vini sína og þeir voru að horfa á The End Event og ég ákvað að vera með þannig að segja á forvitin og kemur í ljós að það var eitt cutscene þar sem það var einhver þessi trúbergæi með Jonesy Fortnite aðpersona og trúberinn tók af sig grímuna og það var Dwayne The Rock Johnson þarna undir grímuna og mér brá svo mikið og ég var svona Mér langar að minna við erum á öllum helsinsaflum hættir það Við ætlum að enda þáttinn á laginu Farðu burt með Úlfi Marnarssoni sem þeir eru búin að gera áður. Já, og þetta má spila það aftur Já, við vorum að spila það síðast Svo í næsta þátti þá munum við koma með óskalista og það lítur út fyrir að allt er farðu burt ok, allt er læg já Axel vilja heyra mig Úli, getur þú sungið þetta núna? Já, ok Syngdu með barnaröddinu þinni Farðu burt Við viljum ekki hafa því svo komdu þér burt Þetta er alveg eins Farðu burt Við viljum ekki hafa því svo komdu þér burt Nei, Úlfur, þú segir svona Farðu burt, við viljum ekki hafa því svo komdu þér burt Burt Ég kom með eitthvað grín í lokinu Úlfur, maður geta aftur bara náttúrulega gera undirspil hérna Hvað er þetta að vera að gera? Hann er að fara að gera eitthvað bít undir þessu Ég var að spila hérna En þarna, strókar Núna Þarna er svona desember Já, það er mánuðurinn í dag, haha En syngdu þér
Farðu burt. Ok, ég ætla að fara Þetta heyrist ekki mjög vel. Ég er ekki að spila líka Þetta lagar Ármannsköpuna 2009 fyrir það sem hefur okkar Þetta finna á YouTube Farðu burt. Við viljum ekki hafa því svo komdu þér burt. Farðu burt. Ekki taka Instagram story Armundur. Ég er bara að gera Ok, mér er alveg sama. Burt! Ok, það var að semja lag í beinni útsendingu hérna. Þannig ok, ég ætla að byrja á trommunum. Ok, ég ætla að taka það upp Það heyrist ekki neitt. Við erum búið til lag hérna í beinni útsendingu sko Þetta er alveg rosalegt Fullt af fólki gerir það sko. Í miðjum podcastætti Hvað segir þú Maggi? Vilhelm Áskorun til Magnúsar gerðu annan vlogg Ég ætla að setja þetta inn sko Ég ætla að setja þetta inn á Instagram eins og fólk kallar það í dag Instagram eins og vittlisingur myndi kalla ákveðin einstaklingur sem ég ætla ekki að nefna Guðnum er alltaf storið sitt í jólagimminum maður Svo hvað, ef við spilum Mr. Santa í dag það er komið desember Það er komið desember Farðu burt Þú getur ekki gert þetta. ekki hafa því svo drullaði Þetta er hvernig maður gerir þetta. Farðu burt. Við viljum ekki hafa því svo komdu þér burt. komið þetta Ok, já, takk fyrir þetta Ég ætla að setja stóri þess að þú ert bara svona alveg kjur bara svona Það er það Þannig bara Þetta er besta stórið til þess. Besta Er það búin að sjá stóri þarna hjá PJ á Sveppa? Það er svona Sveppi. Það er svona súmin og raskandi á Pétri og hann er svona Nei ok, þetta var ekki stóri en Og hvað var það að sína að gera Úlfur. arbeigjustótið þarna? þetta var ekki stóri en þið sögðu þið ætluðu að gera það. Pétur var svona, ég er með húnda svona Instagram story Það er svona þú svona súmin og raskandi mitt og síðan ég svona Já, þú gert þetta bara í næsta hætti Já, ég má En Hvað, ég hef ekki gerðið í kærleikonum í byrni Jú, svona Úlfur, þú svona Einmitt Ég vildi við gerðum aftur í kærleikonum í byrni bara því venjulega, en þetta væri því við væri með þetta tengt við bara þetta Já, það verður náttúrulega flott sko. Ég hreyfði þetta í En 1 þarna sentimetr við ætlum En þarna, núna fyrir að styttast í endalok á þessari serju Eftir þennan þá eru þetta 3 þættir og þá erum við að fara að enda þetta En season 2 kemur í febrúar Kannski var Maggi ekki Það getur verið Hann er ekki með ákveða Hann segir að hann getur verið Hann sé bara að fara að yfirgeða hann þá sko En þarna, þá ætlum við að fá gest í hverjum einasta þætti Nei, ekki En þarna Við fáum Bergabba, Bergabbann svona Ránflíkir, Já, þið verður svona dóttur þeirra. Já, sko, þetta verður svona þannig að Bergabba ætlar að mæti þáttinn sem gestur og síðan þá Mun hann drepa mig í beinni? Nei, byrju, ég er veikur hún Rán ætlar að koma síðan ringir Rán og segir ég þarf að sjóða sig kringlar hún dóttir mín ætlar að koma sem gjör svona hæ Úlfur Karlakoni, ég hef oft listað á það sérstaklega þáttinn það sem já Við langar bara að þakka fyrir þetta þátt Við viljum minna Ég er bara að segja það, ég hef engan áhuga á þér. síðan kirkir því beittu hún svona eitthvað svona Hvað, þannig að hún er skotin í mér eða eitthvað? Já, Ah. hún sagði Bara það er ekki viðurkenna. Hún er með podcast sem heitir Dóttir Bergseppa og Rán Flýring podcastið Ég var bara að segja, ég hef engan áhuga á þér, ég er bara hrædd
sættur við þig. Hún sagði einn þætti Hún er ráðflýring er hérna kirkjúl og hann bara ég hef engan áhuga á þér og bara segja sko ég er bara sættur við þig og hún bara kirkjúl. Já, ég get alveg, ég er með stóran háls sko, ég veit það. Big Yoshi. Í dagsölu sem er í FM blöð sem heitir Þekkið ekki. Hvað, ég var að fara í að núna? Nei, mér langar að gera eitt fyrst. Eitt lið fyrst. Já, hvað er það? Eitt sem var að fara heim. Það er viðtalsliðurinn. Já, sögustund. Með þarna byrju Jósafati. Hann verður gestur hjá okkur í þessu viðtali. Þú lögur Jósafat. Já, við skulum ekkert segja það. Við skulum láta þessu og þetta sé bara alvöru. Er það hver á? Það er gaman fyrir næsta. Þú ert að taka viðtal með mig. Þú ert að vera ógeðslega hress. Já, komið í sæl og verið velkomin í hvað. Þetta er sögustundin okkar. Sögustund, það er ekki. Velkomin. Og byrjum. Sögustundin okkar. Jæja, við erum velkomin í sögustundin okkar. Nýr þáttur í Karlakófa útvarpsstöðinni. Þetta er nýr þáttur nummer 2. Og hérna, gestur þessa þáttar, hann ætlar að segja okkur okkar sögur. En það er með hann Jósafat Sigurjón, ekki satt? Já. Já, sæll Jósafat. Ég er Jósafat, já. Hvað segir þú gott, Jósafat? Ég svæfa börn. Þú vinnur við að svæfa börn? Já, ég vinn við að svæfa börn. Já, af hverju vinnur við það? Út af því að ég er sérfræðingur í því. Já. Ég horfði alltaf á börnum sem eru búin að yfirgefa mig. Hvað ertu gamall með leyfi? Ég er 56. Já, hvað er það ekki svolítið óviðandi að svona gamall karlmaður sé að sofa með börnum? Nei. Ég get alveg verið faðir. Hvaða aldur sem ég er. Hvað er þetta að gera við börnin á meðan það svæfa þig? Ég set svona duft eins og Sandman. Já. Svona duft á því. Svo er ég líka með dudduháls með svona. Ég klæði mig líka í babybjórn. Og finnst foreldrar að það var alltaf leið að þú veist að nauðga börnum þeirra? Já, þau borga mér. Fyrir að nauðga börnum þeirra? Nei, fyrir að svæfa þau. Er eitthvað að þér eða? Ég svæfa börn. Ég fekk bara einna tölvupúst hérna heimildir frá Friðriki Friðrikssoni að þú er að nauðga nokkrum börnum. Er það rétt? Það er bara maður með paranoia, sko. Já, þetta er foreldri barn sem svaf hjá þér og sagði að hann sá til ykkar og tókst klámspólu og settir inn á Pornhub. Við erum veitna með myndskeið ef við erum að spila það hérna í þættinum, ef við ekki að gera það. Þetta er hlustunarþáttur. Já, en ég ætla að spila hérna aðeins smá myndskeið úr þessum. Við ætlum að spila smá myndskeið úr þessu vídeói sem er. Ég veit ekki hvað þú ert að tala um. Hvað? Já, þetta er bara vídeó sem er á netinu og bara þú hlýtur að. Ég held ég veit hvað þú ert að setja á. Hvað? Þetta er klámvídeó. Er þetta farðu burt með Úlfi Marinósinni? Nei, við skulum heyra þetta vídeó. Þetta er smábarni sem myndi að sofa. Nei, það er just þú ert að opna minnin. Ég er með svona fanny pack með fanny tasku og ég geymi svona hljóðtöku í því. Þannig að ég get heyrt í börnunum sofa ef ég þarf ekki Við erum líka með eitt annað. Ef við ekki heyra það, við erum með eitt annað. Jú. Heyrum það. Listen to my heartbeat. Saying do you love. Já. Þannig varstu að syngja lag á meðan. Já, ég er nefnilega frekar vinsæll á TikTok, það vel ég að segja. Já, ég hef líka frábæra söngrödd. Já, þetta var þetta kannski barn. Nei, þetta var reyndar ekki banni, það skal ég segja þér. Farðu, Doddi. Doddi, farðu. Má ekki bara heyri þér syngja hérna í smástund hérna? Má ekki heyri þér syngja í smástund kannski? Syngja með okkur. En þeir eru búin. Listen to my heartbeat. Þú ert með frábæra sönguð. Takk fyrir. Ég svafa börn. Er ómætt.
But I'm lying here alone. Já, þú var geggjað að syngja Listen to my heartbeat. Say do you love me. Herru, já, þetta var mjög áhugavert. En hvað er ekki, bara loka spurning. Þekkir þú kann Palla í World Class? Já, Palli. Já, Palli Brús. Við erum með samanlega vin á Palli Facebook. Hann geymir alltaf fullt af Powerade-brúsum. Ég fletti nefnilega upp á Facebook og við höfum eitt samanlega vin. Það er hann Palli í World Class. Hann drekkur pissi sitt, hann heldur að það sé einhvers konar orkudrykkur þegar hann fer í World Class. Palli er besti vinur minn, sko. Palli? Já. Þekkir þú Palla? Er það bróðurinn eða? Hann er bróður minn, já. Já. Hann svæfir gamalt fólk. Þú er þann skrýtni bróður. Nei, hann svæfir gamalt fólk. Ég svæfir ungt fólk. Hann er alltaf að segja að þú sért eitthvað dópaður. Er það rétt? Já, við erum ekki sérstaklega góðir í sambandi, sko. En það erum við nýbyrjaði saman. Þessi útastáttur, takk fyrir þennan útastátt. Við sjáum svo aftur í næstu viku. Við ætlum að enda þetta á laginu sem var samtir. Listen to my heart, gjör það svo vel. Syngja. Nei, þú ætti að syngja þessna. Listen to my heart. Nei. Jú. Já, við ætlum þá að hlusta. Jú, þú ætla núna að syngja það og þú ætla vera tilbúin 1, 2 ok. Já, takk fyrir þetta. Já, ekkert mál. Hann gengur upp í byggjungunni, sáttur með lífið og tilveruna. Takk og bless. Já, þetta var Tommi á búlunni. Já, þetta var svo sannlega skemmtileg sögur. Þú mátt vera Úlfur núna bara. Nei, Úlfur er farinn. Þetta er Tommi á búlunni, Úlfur nefndi þessu ekki. Þetta er Tommi á búlunni, veist það? Já. Úlfur, ef það þaldi áfram að vera Jósa var þann þáttinn, þá mun ég deyja, sko. Eða þú mun deyja, kannski. Já. En Já. Úlfur. En svo hefur við auka gest og við veitum hvað það er. Nú, hver er það? Bjössi. Úlfur, kontaðans, Úlfur. Hann er farinn. Ok. Ég ætla að gera eitthvað það er Úlfur. Það er nefnilega komið svona Crash Bandicoot svona Lego-set. Viltu ekki fá það? Nei, það vil ég alls ekki fá. Þú svona ég veit engan veginn hvernig það mun virka, sko. Þú svona jólan og fóldrar svona til hamingju Úlfur svona, oh my god, Lego. Þú veit eitthvað svona. Hvað, ég var samt að þekki það ekki? Já, ég hef með spurningar. Þannig hver ætlar að byrja að fara út? Ég skal bara byrja. Ok. Þannig farðu í andirið á stigagangin og síðan labba ég út og kalli þig. Þannig þetta virkar þannig. Já, byrjum núna. Ég spyrði nokkra. Já. Fyrir ekki. En það er Úlfur, ertu tilbúin? Já, ég er tilbúin. En byrjum þetta Mattias fyrr. En þetta er svolítið gróft, sko. Það er alveg ykkur spurningar eins og svona, þú veist. Já, ég er alveg til í það, sko. Hversu, já, þetta er Maggi var örugglega ekki til í það. Þekki eða ekki. Ok, á ég að byrja. Já. Ok. Þeir eru alltaf með lag. Á ég ekki að setja lagið undir. Þekki ekki lagið. Þeir eru alltaf með lag undir með Jóni Jónssoni. Já, ok, gerðu það. Ok, það er, hvað heitir það, Ástin er svein eitthvað. Notaði það. Ég það, og þetta er bara svona, hversu áskera kynlífi mánuði, svona, já, þú veist, þetta er þannig spurning, hversu áskera kynlífi mánuði, svona, en ef ástin er svein, þetta er svona, hefur þú rúkað sveppakrull, en ef ástin er svein, en ef ástin er svein, ok, byrja. Þeir eru snillingar. Já. Ok, ég er hérna úti í steindi. Nei, ekki leika. Nei, ég er að grínast. Svo bara Mattias komingað inn og leika utta. Ok. Tilbúin. Já. Hver er uppáhalds bíómyndiðin? Þú falsar ekki kærleikann. Hver er uppáhalds bíómyndiðin? Og ég slaka á þessu. Ég hef enga uppáhalds bíómynd. Jú, þú verður að segja eitthvað. Ok. Þú þurftir að velja.
Ég þurfti að velja. Já. Sleppt þessari spurningum maður. Jú, Úlfur. Ok, ég ætla bara að segja Airplane. Airplane, flott. Hún er samt ekki upp á Ef þú mátt stunda kynlíf með einu frægum Íslending, hver er þið fyrir valinu? Einn frægur Íslendingur. Ég myndi... Dóttir hans Bergseppa. Nei! Ok, ég veit, ok. Ég myndi ríða... Hverjum? Á ég að vera honest? Já. Hver myndir þú ríða? Frægum Íslendingi. Já, við hefum ekki endur Það er engin heitur á Íslandi maður. Jú, Örn Árnans að fyllta Ok, ég myndi ríða Jón Gnarr. Jón Gnarr, flott. Hann sagði tví, hann er mjög góður í rúminu. Nei, ok. En ef þú væri með kosningarétt, hvaða flokk myndir þú kjósa? Ég myndi kjósa... Ég ætla bara að segja... Vinstri græn. Vinstri græn, flott. Ef þú þurftir að lifa inn í einum tölvuleik, hvaða tölvuleiku myndi vera fyrir valinu? Bara lifa inn í hann, bara búa í hann. Ég myndi búa í... Hvað myndir þú búa? Vá, ég myndi búa... Þú aldrei pælt í þessu, ég held að þetta verður... Ég hef aldrei pælt í þessu sko. Tölvuleikinn þetta verður alltaf að pæla í þessu. Ég myndi búa... Vá. Heyrðu, sko verna... Ég ætla bara að segja... Crash Bandicoot heimurinn. Hann lítur út fyrir að vera nice og funky. Með 5, síðan spurning. Ef þú þurftir að stunda kynni með dýri, hvaða dýri er þið fyrir valinu? Ég myndi velja þarna... Hvað dýr sem maður elskar? Ég myndi velja skjaldböku. Skjaldbaka. Herru, þetta er komið, þið að Matti má koma inn, fyndu Matta og þú verður það sem að Matti er núna, ok? Mér finnst alltaf leiðilegt að maður má ekki vera honest, þannig að maður gerir þetta ekki, þannig að maður getur gert þetta flóknara og fyndnara. Þú mátt gera honest. Ég gerði allt honest, nema dýrapartinu. Fyndu Mattías og farið sín burti, það sem Mattías er. Ok, blott. Þú falsar ekki kærleikan, endur speglar sannleikan. Ég sanna sést í augunum, þau hörfa í hug. Mattías er ekki hann að koma inn, ég er að bíða eftir Mattíasi. Hvar er hann? Já, hvað sagði? 5 spurningar og já, það er lag undir, þetta er lagi sem er alltaf í Þekkið ekki, þetta er lag með Jóni Jónssoni. Þetta er hverju einasta Þekkið. Já. En er tilbúin í þetta. Þetta getur alveg svolítið gróft. Þannig að ég var að byrja þetta. Hvað lækka það? Hver er uppáhalds bíómyndið þín? Já, ég svarar það sem Úlfur. Þú ert að segja hvað, þú ert að segja þína skoðun. Það er uppáhalds bíómyndið mín. Sódóma Reykjavík. Flott svar. Ef þú mátti stunda kynlíf með einum frægum Íslending, Örn Árnason. hver er þið fyrir valinu? Örn Árnason. Þetta er auðvelt og luga svona hvað. Ef þú verður með kosningarétt, hvaða flokk myndir þú kjósa? Samfylkinguna. Samfylkingin. Já, þetta var engin. Ef þú þurftir að lifa í einum tölvuleik, hvaðan tölvuleika myndi vera fyrir valinu? Bara lifa inn í hann. Bara inn í honum. Já, bara búa. GTA myndi ég segja bara. GTA. Loka spurningin, ef þú þurftir að stunda kynlíf með dýri, hvaða dýr er þið fyrir valinu? Hundur. Ok. Rauðvöld sko. Þetta er komið, þú mátt sækja Úlf og síðan verði báður henni. Þetta sendur maður smassfólkin, eða ekki að senda upp og ég er heila hattur heimingi. Jú. Slöktu bara tónlistinni. Jóp. Þannig já, þetta er svona svolítið, þetta er að vera komið. Þannig að síndlega, tónlistin, já, hún verður svona meðan þegar að gíska, en ég set bara búið sér núna. En við erum núna að hringja Úlf, þetta er brálað. Þið svöruð hérna sko. Hvað, já. Hvað ertu núna? Við erum að bíða eftir Úlfi. Úlfur ætti að vera komin, en hann er ekki komin. Á meðan við býðum, það er náttúrulega. Hvað var sögum við? Hvað var sögum þín?
Uppáhaldsmyndin. Uppáhaldsmyndin. Það Englar Halldórsson. Það svona uppáhalds íslenska, en ég myndi ekki bara segja bara. Ég veit það ekki. Já, ok, þú myndir hafa kostingar. Hvaða flokk myndir þú kjósa? Sósíalistaflokkinn. Fuck, svo svolítið. Já. En já, hvað með einn frægum Íslanding? Hvað myndir þú það? Og þetta, við þurfum að taka lós. Já, sjúk. Herru, þú sástu hvað það? Herru, hvað er ekki Úlfur að koma? Það er alltaf að vera vitlaus hérna. Núna er ég fyrir að spyrja strákuna. Hvað er annar? Spurði í þessum dagsálið. Blessaður Úlfur, þú mátt endilega loka og lesa. Þannig að þetta virkar núna þannig að ég spyr þig Úlfur, hvað heldur þú Mattías giskaði? Ok, þú mátt setjast niður og ég held áfram að spila þetta lag. Sælalag. Ok. Já, en að ok, þannig að Úlfur, hvað heldur þú að hver er uppáhalds bíómyndin að Matta? Hvað heldur þú? Hvað er aldrei pæltið þig? Nei. Úlfur, það er lítið, hvað heldur þú? Ég ætla að segja Top Gun. Top Gun. Það er ekki rétt, það er Sódóma Reykjavík. Nú? Hvað á ég núna ekki að segja sem Úlfur sagði? Já, Mattías, hvað er uppáhalds bíómyndin hans Úlfs? Uppáhalds, ég ætla að segja Lion King. Það er ekki rétt, það er Airplane. Nei, það er það ekki. Þú sagði þér þetta ekki. Ég sagði, það er samt ekki uppáhaldsmyndi mín. Ok. Þú sagði það Airplane. Menn að segja, ég hef enga uppáhaldsmynd. Ok, enn spurning, Úlfur, ef Matti mætti stunda kynlíf með einum Ísling, hvað kynlíf myndi hann stunda við? Með hvern? Ég ætla að segja Það fór eitthvað annað Það er megabæt með Ég ætla að verða Ég ætla að segja Pálmi Gesson. Það er ekki rétt að vera Örn Arnarsson. Ég ætla að segja Úlfur segði Örn Arnarsson líka. Þetta er þú segir Örn Arnarsson. Ég segja Úlfur hafi sagt Örn Arnarsson líka. Það er ekki rétt að Jón Gnar. Jón Gnar, já. Síðan er þeirra spurning Úlfur, ef Mattías verður með kosningar, hvaða flokk myndi hann kjósa? Hvað kjósa? Oh my god. Ég held að þetta var í alveg svona létta spurningin. En nei, ekki rannleik. Já, samfylkingin. Punktur Úlf. Mattías, ef Úlfur Matti kjósa, hvað myndi kjósa? Vinstri græn. Það er rétt. Já. Staðan í jöfn og það er tvær spurningar. Það er svolítið erfið kannski. Úlfur, ef Mattías myndi lifa í einum tölvuleik, hvað tölvuleik myndi að lifa í? Sims. Það er ekki þetta GTA. Já, það var svolítið það fyrsta sem ég hugsaði þegar þetta kom. En hver myndi vilja lifa hana, myndi bara detta fullt af kulsum og eitthvað ef einhver myndi mata þennan heim. Mattías. Jökull væri það skeri, maður. Mattías, ef Úlfur mætti lifa inn í einum tölvuleik, hvaða tölvuleik myndi hann lifa inn í? Getur við ekki að segja Boogie-Busters eða eitthvað klámleik eða eitthvað. En nei. Hvað segir þið? Boogie-Busters? Nei, það er Boogie-Busters. Það er lítið. Hvað er það? Það er ekki það. Ég var bara að hugsa eitthvað nafn sem var klámleik. Ok, hvað segir þú? Getur það einu hugsa. Þegiðu! Þetta er ekki klámleik. Ég veit. Þetta er gott lag. Þetta er ágætt. Nei. Jú, þetta er með Jón hann er svo Hvað tölvuleik myndi hann lifa í? Bandicoot 4. Hann fær rétt fyrir þetta, það er Crash Bandicoot. Já. Ok. Það er lóka spurning, staðan er jöfn, það er... Nei, ég mynd 2 stig, hann með. Já, 2 stig, staðan er jöfn, það er 1-2, er eftir einn spurning. Úlfur, ef Mattías mætti stunda kynlíf með einu Hundi. Það er rétt, punktur á Úlf. Apa, staðan er alveg jöfn.
Það er ekki rétt. Það var skjaldbaka. Skjaldböku. Þeir hafa langa pulsu. Þannig Þú það? Þannig Ég sé fucking skjaldböku tippi. Já, takk fyrir þetta. Herri, staðan var jöfn. Hún endaði þannig að staðan var jöfn í þessum dagsólið. Við ætlum ekki að endurtaka þetta með hvernig Úlfur lét. Takk fyrir þetta og bara... Nei, mér langar að gera þetta aftur. Þetta var skemmtilegt. Já, við getum alveg gert þess annars þetta. Ekki bra. En 1-4 spói Maggi. Hvað var að gera varandi hann? Man bara gerir þetta næst þegar það bara 2. Já. Það verður bara næsta þetta, sko. Þetta var dagsjóliður. En strókar, mér langar þess að spila eitt lag sem ég var að heyra Hvað er þetta, eitthvað Jón Jónsson eða... Já, þetta er nýja Jón Jónsson lag. Nei, ok. Mér langar reyndar næst í þessum liði sem við vorum að gera. Já. Að nota svona, þú veist svona hindúlag. Hindu, Það væri sjúklega fyndið, Við sko. Já. erum síma til þess Já. að gera. Hvaða litur er íslenski fáni? Ég veit ekki. Já, og hvað litur frakkar hans? Og þetta átti að vera krakkarúf. Úlfur, þú varst, Úlfur, maður ekki ska. Þú varst eitthvað Þú vildur ekki hafa eitthvað helikopter. Nei, ég vissi ekki einu sinni hvað það var. Nei, þú vilt hafa það örugglega núna. Nei, ég vildi bara hafa þetta sem við höfum þarna í símaatinu. En ef að hringi Magnús, ef að hringi Maggalata. Ég er veikur. Ég get ekki labbað. Við ætlum að hringi Magga gamla. Hvað Gummi er að segja? Spyrjum hann Ég út í fatlaður núna. Segjum hann að gera log 2, ok. Við ætlum að spjalla hann við út í log 2 og af hverju hann er ekki að væta og hvort hann ætlar að hætta í karlakonum. Þetta er svona að við höfum að tala um, ok. Halló, ég er Maggi. Já, Ég er Maggi. Hann segir það bara. Dwight segir þetta. Halló, ég heiti Dwight. Hello, my name is Dwight. Hello, name is Mr. inferiors. Understood. And it's greetings and Við erum að hringja á því. Við erum svo hrættur við hann. hafði þetta nær kæftahólinn einna Listen to svara sko, hann er alveg típist. Hvað varst þessi búin að brjóta hálsinn? Já. Þetta er svo gott svo hlaðasefni, svona bíða bara svona. Ef þetta er svona hlaðas. Ég hef bara fyrstu klukkutíma bara með þetta. Hann er að gera með 2. Hann er að gera númer 4. Hann er sko mikið. Það er ekki bara að rópa. Nei, það verður að koma eitthvað út maður. Þetta er, hvað það væri bara Maggi í stað bara Þannig að hann svarar Þannig að hann getur að prófa aftur eftir 5 mínútur þegar hann er búinn að skýta. En allavega Nei, svo kemur hann bara að hringja bara hvað er það að tröfla mig, ég verður að spila þetta tæmi klósetur. Já, ég ætla hans að fara út og byggja Skóta fósmenn, við vorum saman í baði. Ég ætla að fara út og byggja fólk sem minnur á borgarbóki þegar maður afsökunar þessum öskrum í Úlfi. Ég held að það sé bara mjög góð hugmyndarmundur minn. Heyru, en það, jú, hvað er að gera okkur í dag? Það er sko enda 20 mínútur eftir að hlaðvarpinu. Hvað er þetta að gera, drengur? Újú. Þú veist eitthvað, Úlfur er að gera eitthvað handarhefingar. En Úlfur, ég sýtti í þessur. Ég er 6 ára. Já. Þarna, hvað sagði marga kynlífs brandara? Hann sagði 3 í minni sýningu. Hvað sagði marga? Í þinni sýningu. Hann sagði jafn mikið og Mattías getur gert í lífi sínu. En já, Sem er 1. En já, var bara 1 brandari á þér. Ha, nei, ég veit það ekki. Nei, en það voru brandara ekki, Anna. Viltu að hætta að ríða svíni, Mattías? En þarna, jú, það voru svona nokkasta brandarar, ekki satt. Ok, hvað er þetta? Svo Maggi að ringja. Magnús. Muni því mitti mig fáinu illa á sem penna. Já, þú ert mjög auðvitað. Þegiður. Og róstna. Fuck, ekki. Heimur kannski ekki bróta mjög mikið í raugnast. Nei,
Hver er að syngja? Hver er á línunni? Þetta er amma þín. Þetta er Bergureppi. Nei, er Maggi, verður velkomin Maggi. Þetta er Sofía. Maggi, hvað segirðu gott? Ég er að luti. Hvað? Jó, Hvað er það megas eða? Jó, við höfum Danito Vito hérna í kompunni. Nei, ég var ekki. I need Sko, þetta er ekki mjög gáulegt hlaðasafni. I need my mega condom for my magnum dong. Þetta er lína eftir Danito Vito. Ok, en það er ekki miðandi segna á bókasafni? Bókasafn, smokkasafn, hvað? Þetta er bókasafn. Já, bókasafn á alveg. Kemst hvað? Kemst borðið. Djög langar mig í bókina þarna Andspænis með hugleiki dagsinni. Þetta er leikskóla podcastið. Já, velkomin í leikskóla podcastið. Í dag skulum við tala um að leira, að leika og vera úti. Og að skilja ekki út undan. Og svo skulum við líka ræðum hvernig uppbygging nasista er holdt og hvernig þrælahald ætti að halda áfram. Þetta er besta leikskóla til. Úlfur, elskar þú sem ekki svona Úlfur, elskar þú ekki sitcom, Steff? Jú, ég elska sitcom, Steff. Og fyrst þú elskar sitcom, sástu kreditlistan á nýja skjóðatri? Já. Hann var svolítið svona sitcom liður. Já, hann var það. Hvað fannst þér um það? Var þetta Hvað veist þannig? Var ég á meðan ég var að horfa á þetta sitcom, Steff. Þetta er einmitt það sem ég var að byggja fyrir jólin. Fá eitt svona í skóinn, takk fyrir. Já, varstu ekki þannig? Þú varstu ekki þannig? Hvað ef að ég var 18 ára og ég var ennþá að setja í skóin. Skóin. Það henda einn á skónum mínu inn á helviti skóin. En þarna í skóin 18 ára þá myndi gluggagægir, hann myndi koma svona og hann myndi setja þetta í skóin og svo morgunni það er svona ég verði að vita hvað ég mun fá í skóin og þá kemur svona og það kemur bara svona Durex smokkur Úlfur, verði ekki 15 ára eða 16 ára? Þannig að Nei, verði að segja 18 skasta. Þannig ertu að segja munu gefa þér smokk í skóin, ertu að tala um það? Úlfur, þú veist að lögaldur á Íslandi er 15 ára. Og já, ef við vorum að spá í akkur það kom þú svona bíbendir út að ég var að segja hverjir gefa börnunum í skóin. Það heyrist alveg, held ég. Heyrist þetta? Nei, emndur, já. Það heyrist, sko. Ok, mér er saman. Þú klippir þetta út. Þú klippir þetta út. Þetta er hverju? Það er ekki 4 að krakka að hlusta á þetta. Úlfur. Oh my god. Og það sem Úlfur gerði, hann tók músin á tölvunni til að senda þáttinn, strauk henni í kinnir og sagði Já, ég var að reyna að hræða hann. Ég horfði hann svo verið á geðpælum Þú gerir það á hverjum degi. En mér langar svolítið að deila með hlustendum hvað þú gerði við mig í samfélagsfræðatíma í vikunni. Þannig Úlfur, hann fór hann á bað, fyllti kjaftin sinna vatni og hrækti öllu vatninu á nýju úlpuna mína. Úlfur, þú veist. Af hverju ertu ennþá að tala um þetta? Og þess að ég bara fæ ekki nóg hvað þetta skrítið. Og Pálmann Smagga, hann ætlar að skutla Úlfur Klepp á morgun. Er svantur að fara Klepp? Jep. Minn kynast fullt af nýjum betri vínum eldur en ykkur. Þess að þið eru svo leiðilegir. Leiðinlegir, peiðinlegir, Úlfur. Leiðinlegir. Já, Úlfur, farið að grenja um það. Ha? Nei, þið ættu að vera að grenja um það hversu leiðilegir þið eru. Leiðilegur. Þessi tölva er líka leiðileg. Sjáu hvað þessu leiðileg hún er. Já. Þessi dólgur er dúlla. Þessi dólgur er bolla. Þessi dólgur er búlla. Eins og Tommi á búllunni. Þessi dólgur er búlla. Eins og ég. Nei, ég ætla bara, ef maður svara, þá ætla ég bara að syngja þessu, en það er svo leiðilegt að býða svona Þannig að bjöðum bara um að koma með hann. Það er 53 mínútur, komum við bara með 53 mínútur
við erum ekki með hennar fyrir liði. Hvað meina? Við erum alveg hættir að aðast til fólki í símanum. Við erum hættir með myndir fyrir miljum, við hættir með Siriusa. Við erum hættir með allt. Bara nema sögustund og þekkið ekki. Nei, hann komin hérna Magnús. Úlfur segir þið. Blessaður. Hæ. Hæ, kallar komin góðan daginn. Nei, ég er að hringja hann aftur. Nei, maður hlýtur að vera eitthvað upptekinn. Nei, hann var eitthvað. Annars myndi hann ekkert svara. Já, hann skellti á hann. Já, ég held að hann er í keilu eða bingo. Já, hann er í bingo. Hann er eitthvað bingo Maradona. Bingo! Sorry, þetta er eitthvað Snorri á Discord. Það er bara skipt. Hringið við Snorra. Blessaðu Snorri. Þú ert leiðin til ömmu þinnar, við sjáum það. Blessaðu Snorri. Heyrðu, já, þú ert með númerið hans. Úlfur, þetta er alltaf sem þetta er duo. Nei, ég veit það. Ég sagði þú ert með númerið hans. Já, hvað var hringið hann? Mér langar svo mikið að gera síma þetta á hann. Já, gerð maður. Hringjum. Hvernig er hægt að svona fela? Nei, hann er sko Mun ekki koma svona Arnmundur er að hringja í þig. Já, en ég get líka gert eitthvað svona. Ég get líka gert eitthvað svona eitthvað kassi, 31 kassi. Arnmundur, það er ólöglegt. Nei, það er ekkert ólöglegt sko. Jú, reyndar. Það er alveg sagt að það má. Hver? Það er bara símfrið að gera ólöglegt. Örn Árnason segir það, þá er hægt að treysta honum. Ok, já, reyndar. Þannig hvað er að gera það? Nei, við erum búin að gera, og hann er líka í bíl núna. Já, af hverju þú að segja það í podcastinu? Við vorum að segja að hann var leiðin til ömmu sinnar. Já. Ömmuns. Ég ætla að fara við það sem við getum hringt í Ölmu, við getum hringt í Bergabæ, við getum hringt í Bjössa, við getum hringt í Eddu Björgvins, við getum hringt í Flokkfólksins. Óskar Jónasson, við getum hringt í Helgabraug, við getum hringt í Ívar, við getum hringt í Jónas Mark, við getum hringt í Kristófer, við getum hringt í Matta, við getum hringt í Bálma Gess, við getum hringt í Svamakall, við getum hringt í Snorra, við getum hringt í Þessi Guðmundsson og Örn. Hvernig var hringt? Mér langar að hringi í Pálma Gess og spyrja hann, Pálmi, ég hringti þig áður, en það er alveg annað viðtala, bara ein spurning sem ég langar að spyrja þig. Veitu hverju varstu með þess að fáa karaktera í Spaugstofunni? Það er út af því að ég nenni ekki að leika í Spaugstofunni. Ég myndi mig. Hvað við hringjum hérna á tölvudögg og þú veit að spyrja, finnst þið þessi vera barnaníðing? Og hvað, ætlar að spyrja um einhverja fleiri spurningar, Mattías? Nei, ég ætla bara að spyrja fleiri spurningar. Þú veit að hringja, svo hérna, hæ, ég heiti Úlfur, mér er bara best afsökunar. Í geimstöðuna. Já. Þú veit að fara að gera. Nei, það er ekkert að biðjast afsökunar. Ég er búin að vera að hugsa þetta á hverju einasta kvöldi, andvaka. Hvað haldir þetta sem manneska sé að hugsa? Hvernig ég hafa verið hringt í og spurt hvort að ákveðin einstaklingur sé barnaníðingur. Bíddu, ég er núna að hringi í geimstöðuna sko. Ég er að hringi. Bíddu. Ég veit hvað ég get gert. Ég get sagt fake titila á viðtalleikjum. Ha? Ég get sagt fake. Þú þarft ekki að hvísla. Ég get sagt fake titila á tölvuleikjum. Áttu nokkuð áttu nokkuð Booby Busters eða hvað sem. Nei, þú veit ekki að vera að gera eitthvað klámuleik. Nei, eitthvað fake titila. Áttu Super Mario. Áttu Super Mario Alþingi. Áttu Super Mario and the Revenge of the Sith. Áttu Super Mario The Force. The Force. Áttu Super Mario Tom Hanks. Tom Hanks. Ég verði auglýsingarlega. Já, mér langar ekki. Við þurfum peninga, Arnmundur. Ég er að segja það. Ok, við skulum bara skipta yfir í auglýsingarnar. Og veistu hvað ég er að tala með auglýsingarlega? Hvað ertu að tala um? Veistu hvað ég er að tala með auglýsingarlega? Hvað ertu að tala um? Liðin auglýsingarlega. Já. Mér fannst það ekki vera skemmtilegur. Það er svo leið. Ég skal bara koma upp með eitthvað, ok? Nei, Úlfur. Nei, Úlfur, þú ert ekki fyndið. Jú. Svo getur líka gert gerfi trailer. Svo við vorum með þetta
Já, beint í töfrabílinn. Já, við getum gert svona trailer, já. Það er kannski auðvitað Ekki gera svona sem Maggi á með þetta einu sinni var Jói spói. Ekki gera það, það var leiðilegt. Það er bara ein lína í einu frekast. Ég gera frekar bara svona beint í terrabílinn, fattar ég. Já, ein lína í einu. Nei, fattar ég, þetta er bara, það er ekkert handrið, skilur. Já, ég veit, en því það er það ein lína í einu. Ok, þannig að það er við erum að fara að detta í þannig að Já, það er rosalega. Ok, þannig að við endum þetta á trailer og svo líka lagi. Já, Ok, en hvaða mynd er að koma út hingað í desember? Hvað ég farið við það? Nei, mástu trailer. Gerum byrtu. Já. Það er gert byrta. Nei, þetta er ekki byrta, nei, við erum að fara að gera eitthvað. Það er að koma ný kvikmynd. Þetta er byrta 2. Nei, þetta er ekki byrta 2. Það er að koma ný kvikmynd sem heitir Endurhöfningin á Kleppi. Þetta er ný kvikmynd, kemur í öll kvikmynd annan jólum. Með Úlfar Magnússon í Úlfar Magnússon leikur aðalhluturkið. Getur við þá allavega sett svona tónlist yfir? Óskar Jónasson leikstýrir og handritshöfundur Sigurður Kjartansson. Hún kemur í öll bíóhúsin og hún er bara væntanleg. Og Örn Árnason er cameo í myndinni. Og bara ég er bara mjög spenntur að sjá þessa mynd. Úlfur, hvenær var hún tekin upp? Já, hún var tekin upp í desember vegna þess að þetta er fjölskyldu jólamynd. Já, en eigum við ekki samt fyrst vegna bara áður en fyrir meira í myndina eigum við ekki þá fyrst að sjá stikluna fyrir myndina sjá trailerinn, sjá auglýsinga sjá Hlusta Hlusta, já, svona útvarp Já Ok, við ætlum að Læknirinn heyra trailer, en fyrst allavega að fara í örstutt auglýsingali. í Englaverksmiðjunni eftir Ásdísi Höllu Bragadóttur, stórbrotin örlagasaga veröld. Mér er sama. Og fyrst lag Allir þrám sannanlega tryggð og traust Tón því að öryggi sé endalaust Hamingjan er brot Ok, nei, fyrir bara í auglýsinguna Og gjör svo vel. Ok, ég ekki byrja þetta. Ég ekki bara gera ég Arnmundur Úlfur. Já. Endurhæfing á Klepp. Nei, við erum endurhæfingin á Klepp. Glæni jólamynd fyrir alla fjölskylduna. Já. Jæja, núna erum við komin á Klepp jólin. Já. En frábært. Núna verðum við að flýja. Nei, mér finnst bara mjög gott hérna. Mér finnst leiðilegt á Klepp. Nei, við þurfum ekkert að flýja sig. Þetta er bara allt verslega. Það er að Við koma erum eftir jól. að breytast í svín. Það er að koma jól. Það eru jól. Þetta er jólamynd. Jólin, ég verð alltaf offætti sjúklingur á jólunum. Já. Já, en þurfum við virkilega að flýja svona? Já. Auðvitað. Mig langar það. Við getum verið hérna að spila svona kalkúnaleiki. Tjóðuglega leiðilegt hérna á Kleppi maður. Hvað með Ég er að verða svo sannarlega geðveikur á að vera Þannig er Örn Árnason. Já. Þetta er Örn Árnason. Já, halló krakkar mínir. Af hverju hljómar eins og Tom Hanks? Nei, já. Er þetta Tom Hanks sem á að grímuna? Bissa. Þið segir fjölskyldinu minna, ég elska þau. Ójó. Jólamyndir eru svo skemmtilegar. Endurhæfingin á Klepp kemur í bíó 29. desember 2042. Ég elska Home Alone. Ég líka. Er ekki Home Alone svona lónsamt? Svona bláa lónið eða svona Home Alone? Þetta var 5 € brandari í boði Sjóvá. Þeir eru að styrkja þáttinn. Nýir kjörfestur. Eru þið búin að heyra þetta? Það er svo skrítið. Eru þið búin að heyra þetta? Sjóvá er nýr styrktaræðili á Karlakónum. Já. Þetta er Karlakón í boði Sjóvá, Grill 66, Dominos, Veröld, Samgöngustofu og Filmora. Filmora 9. Já, þau eru nýju Fríplan. Þau eru nýjir að styrkja þetta vegna þess að við vorum að tala bloggið þeirra áðan og þau hringdu rétt áðan meðan við vorum að gera trailer, þau hringdu í mig. Við viljum styrkja þetta. Við þurfum bara að segja þetta hverjum eins og þætti. Við þurfum bara að segja að við séum í hverjum eins og þætti. Og við borgum okkur 10.000 kall. Þannig að þetta er Karlakón í boði Sjóvá, Grill 66, Filmora, Dominos og Samgöngustofu og Veröld. Það er þannig
það bara gaman ekki. Úlfur starir út í loftið, út í tómið og tómið starir á móti. Úlfur, allt í lagi? Allt í lagi. Tekka það sem já. Halló. Annars megum ekki bara taka smá spjall þessar síðustu 5 mínútur. Allt í lagi eða? Úlfur? Ég að hugsa. Ok, alltaf, megum ekki taka smá spjall þessar síðustu 10 mínútur. Þarna, mér langar að segja svona út í City 60. Þarna, mér langar svona deilur brandara sem auðvitað sagði. Síðast. Það var einu sinni geðveikur maður sem að labba upp stigan. Allsber maður sem að labba upp stigan. Já, þessi geggjör. Þarna, konan hringdi á lögregluna. Hún sagði að lögreglan ætti að koma og hjálpa og lögreglan sagði eitthvað lengri stiga. Sko, hann sagði svona, sýningin búin, takk fyrir á og allir var að klappa því svona, við hans, ég með einn mjög fundi brandara sem pabbi sagði og síðan var hann og síðan maður hann var alltaf að tala um þetta, það er svo mikið að kóðum út í dag, það er kóði og þetta, það er svo einfaldur kóð og kona, það er bara inn út Úlfur, smá gaman hérna, Úlfur? Ég segi hvað Örn Árnason gerði í lokinn á minnissýningu. Hvað? Hann sagði, núna koma jólin og þarna, ég þarna... Er hann jólavatn? Já, og þarna, hann... Þannig þú vil ekki sinna kynlu með hann, sko. Mattías tekur tilbaka með City 60, þarna, þekkið ekki án. Og þarna, klippir þann leiði burtu. Og þarna, hann... Já, hann var þarna með hennar leik þar sem áhorfendur átti að giska hvaða jólalag þetta var, en þess að hann var að syngja svona byrjun á jólalag. Já, var hann ekki Nei, hann söng texta. Ó, ég held að hann var eitthvað syngja svona melodíu. Já, ég held að hann væri bara ekki þannig. Skreitur með grænum En þarna í skjánum í gær senuna sem Njáll var að hlaupa ég hefði þetta notað þarna rautt smáskilabárlagið undir, ég glemdi því Það er svo gott lag Það passa svo mikið, Njáll svona hlaupað með einhverjum illu vandur svona rauð smáskilabár Ég er að fá svo mikið Hvað við spilum bara núna? Ég er að fá svo mikið að hugmyndum. Það er bara 30 sekundur. Hörru, ef ekki bara enda þáttum hérna? Já, býtu, ég er bara að fá svo mikið að hugmyndum fyrir svona trailera. Já, ok, segðu það eftir. En við getum kannski gert þannig þegar við gerum sketsaplötur eða eitthvað. Já, ef ekki það bara enda þáttum hérna á minna arminn sunda, þá ætlum ég bara að minna á við Ef ekki að missa samt að það. Nei, gerum rautt smáskilabóð. Mér langar bara að minna að við erum öllum helstu samfélagsmiðlum og hægt að finna það í lýsingun á öllum miðlum og við vonum að við sjáum okkur næsta þátti. Úlfur, TikTok. Rautt smáskilabóð. Rautt í rautt, SMS, aðeins 2 krónur. Rautt í rautt.